Komið sæl. Um, já, sem sagt, ég er ekkert að kynna mig frekar, Doddi er alveg búin að því. Í stjórnunarfræðum, mátt bara taka næstu glæru, þá er það kennt að það þurfa að segja sama hlutin 7 sinnum á mismunandi hátt til þess að hans festist í minni. Og flest af því sem ég ætla að fjalla vitið þið eða hafið heyrt áður, en ég ætla að fjalla vítt og breitt efnisorð og nafnmyndastjórnun, farið yfir það hvernig nafnmyndum er stjórnað og hvernig vinnan fer fram, það sé að verkefni nafnmyndaráðs og efnisorðaráðs, og því að það er náttúrulega gagnasafn með sögu sem er gott að þekkja til þess að skilja bara hvernig hlutirnir eru og hvernig þeir virka. Svo fer ég aðeins í, þessi saga er náttúrulega bara, ég er náttúrulega búin að fylgja þessari sögu ansi lengi, með Sigrún, margar sameiningar og hitt og þetta. Svo fer ég aðeins í þætti nafnmynda og marksvið og svo fjalla ég almennt efnisorðagjöf. Ég veit ekki hvort Doddi leyfir að þið stoppi mig ef þið hafið einhverjum spurningar. Nei, ef er eitthvað óljóst. Já, það má næsta nafnmyndaráð Landsbókasafns var stofnað eftir að fórum inn í Ölmu, og í Ölmu eru samþykktar nafnmyndir enn mikilvægar heldur en voru í Alef og auðvelda skrásetur vinnuna við að sækja úr flettilista. Við skiptum með okkur verkum nafnmyndaráð og við hittumst reglulega, förum yfir álitamál, en vinnan byggist á listum sem við fáum úr kerfinu. Þar birtast allar nýjar nafnmyndir sem eru lagðar inn í kerfið og þar með gefst tækifæri til að leiðrétta þegar efnisorð til dæmis er sett í rangt svið. Og kemur það fram. Þetta skiptist eftir sviðum. Skipta. Efnisorðaráð sem ég ætlum aðeins að segja okkur frá, það starfar á mun eldri grunni, en það var stofnað fljótlega eftir að Alef var tekin í notkun. Og við gleymdum að halda upp á 20 ára afmælinu í fyrra. Sjálf hef ég starfað í efnisorðaráði frá upphafi ásamt Guðnýju Ragnarsdóttur á bókasafni Árnastofnunar, hún er þarna í Röndóttabólnum, og Þórdísi Þórarinsdóttur sem er annar höfunda kerfisbundins efnisorðalykils og starfaði lengi á bókasafni Menntaskólans við Sund. Elísabet Halldórsdóttir var með okkur í upphafi, hún var efnisorðasérfræðingur á Borgarbókasafni en er nú látin. Berglind Hanna Jónsdóttir, skrásetur á Landsbókasafni, gekk til liðs við efnisorðaráð fyrir ekki svo löngu. Hún er þarna líka. Er Þórdís líka? Já, ok. Er flott. Þá erum við allar. En við höldum nákvæmar fundagerðir sem ég veit að þið lesið öll, alveg svo fundagerðir skráningaráðs, og við vísum í þar þegar samþykkt efnisorð eru færð inn í kerfið. Efnisorðaráð vinnur svo til eingöngu úr efnishugtökum í 650, en svona bara ykkur að segja, þá er ykkur óhætt að setja inn í ósamþykkt orð inn í færslur, en ef þið vilji vera alveg öruggum og þau fá að standa óbreytt, þá er rétt að senda póst á okkur, eða efnisorðaráðið okkur, eða mig. Skipta. Aðeins söguna. Almennings- og skólasöfn notuðu bókasafnskerfið Feng frá Dobus Líbis áður en þau gengu inn í gegnum samstarfið 2004, en það kerfi var ekki byggt á marksniði. Og það var prentuð útgáfa kerfisbundnum efnisorðalykli, lögð til grundvallar lyklun, og þar starfaði efnisorðaráð. Það var sem sagt allt í föstum skorðum. Háskóla- og sérfræðisöfn notuðu áður bókasafnskerfi Libertas, og þar var efnisorðagjöf bara nokkuð frjáls. Það var engin lykill, heldur var sótt í flettilista. Efnisorðaráð gegnis var stofnað að frumkvæði Landskerfisbókasafna, og það veit ég að þar átti Sigrún Hauksdóttir stóran hlutamáli. Hún gerði sig grein fyrir því að í einu kerfi fyrir nær allt landið og allar safnategundir var nauðsynlegt að koma einhverju skikki og samræmi á efnisorð. Ráðið ákvað að leggja kerfisbundin efnisorðalykil til grundvallar og bæta við hann orðum úr Libertas. En prentaði lykillinn kom út í 3 útgáfum og var mjög vel að verki staðið. Það var til talsvert að nafnmyndafæslun fyrir efnisorð úr Feng og svo var ákveðið að slá restina inn, það sem upp á vantaði, bæði víðari, þrengri og skildheiti, umfangslýsing og allt. Og aðrir þættir voru að mestu byggðir upp úr indexum, er það ekki rétt hjá mér, Sigrún? Kerfinu. Jú.
svo mannanöfn og annað. Það var ekkert svo mikið til á nafnmyndafærslum. Skipta. Efnisorðaráð er enn að vinna á ósamþykktum efnisorðum sem komu úr Libertas og þeim sem kom inn í kerfið á fyrstu árum Alef, og það er mikið enn af ósamþykktum efnisorðum sem engar nafnmyndafærslur eru til fyrir. Það truflar náttúrulega aðeins vinnuna í skráningu. En þeim hefur þó fækkað gríðarlega og stundum eyðum við gömlum efnisorðum eða gerum þau að vikorðum eða skiptum út fyrir önnur sem lýsa betur efnisinnihaldinu. Við erum sem sagt að breyta efnisorði með gömlum færslum. Við hittumst hálfsmánaðarlega og í forgrunni er að vinna úr tölvupóstum með tillögum að efnisorðum. Svo er farið yfir ný efnisorð sem berast sem kom inn í kerfið úr listum og svo vinnum við úr listum sem við tökum bara saman og það er bara dálítið hipsum haps hvernig það er gert því að við höfum engin hjálpartæki önnur heldur en bara allt sem er í kerfinu ósamþykkt. Og ég getum ekkert reiknað út fjölda, þær færslur sem eru með mestan fjölda á bakvið sig og svoleiðis. En sem sagt, já, svo berast tillögur frá allir þeim sem nota lykilskrár í öðrum kerfum. Það til dæmis í skemmunni er lyklað eftir lykilskrá sem Kristín Lilja var að tala um. Hún kemur nú ágætu gagni. Og skipta. Já, sífelld endurskoðun er nauðsynleg, til dæmis og það þarf að skipa öllum nýjum hugtökum í stigveldi. Þið sjáu til dæmis að það hefur þurft að breyta eins og Downs-einkenni og svo tókum við nú til dæmis negra og svertingja út úr kerfinu því það er enginn að leita að því, það er bara þarf ekkert að vera til sem vikorð. En við erum svolítið á tánum varðandi til dæmis ný efnisorð í kynjafræði og hinsegin og málnotkun og sviði fötlunar svolítið að breytast alltaf. En ef þið verði vör við eitthvað skrítið og eitthvað skrítna orðanotkun, þetta er eins og ég segi, dálítið gamalt kerfi, gamalt af þessu gamalt sem þarna er inni, þá skulið þið endilega senda okkur línu. En það er svo ég sem set sem sagt ný samþykkt efnisorð inn í kerfið með tilheyrandi tengslum, en það er ekkert sett inn, engin efnisorður sett inn nema það hafi verið fjallað þau í efnisorðaráði. Múið skipta. Og ég ætla, ég hefði náttúrulega vilja opna lykilskrána, ég ætla ekki að gera það. Hún er rosalega þægileg til að hafa bara opin á bakvið ef þið eruð að lykla, vegna þess að það sjást miklu betur tengslin. Við það er svona getur opnað á þrengri og sér víðar og skild bara allt í sama glugganum og þarf ekkert mikið út fljótar að stökkva á milli. Halda áfram. Já, þetta eru sem sagt þeir þættir sem við erum að reyna að stjórna. Ég ætla aðeins að segja ykkur frá því þið vitið þetta auðvitað allt, en sem sagt, það sem er kannski mikilvægt í þessu er að allir þessir þættir geta verið efnisorð, eða flestir. Og það er bara þannig að efnisorð, það er alveg sama, ef þú ert með mannanöfn, þá er það alltaf eins, hvort sem það er efni eða leitaratriði. Og það sama og við skipulagsheildir. Við förum nákvæmlega eins með þetta allt saman. Af því þessu stýrt af nafnmyndaskránni. Og svo náttúrulega engin titlar, því þeir eru bara eins og þeir koma fyrir á gagninu, nema samræmdi titlar og þeir eru aðalega gerðir fyrir sem sagt klassísk verk eins og Njálu, það við tökum Njála, Njálssaga, Brennu Njálssaga og já. Við höfum aðgang að 2 nafnmyndaskrám í gegni, eins og þið vitið, og það sem stjórnar því er hvort við setjum 0 eða 7. Það sem við gerum nafnmyndafærslu fyrir Íslendinga, íslensk efnisorð og landfræðiheiti og íslensku landfræðiheiti. Og alþjóðastofnun og stjórnmálafag. Allt sem er til svona á íslensku höfum við í okkar nafnmyndaskrá, annað þarf að sækja í Library of Congress. En ég tala aðeins þetta á eftir. Og í aðeins næstu glæru, ég ætla bara að sýna ykkur, þið vitið þetta eru valorð og vikorðin eru frávísanirnar sem eru í 400, skildheiti sem koma nú stundum fyrir til dæmis í stofnunum og mannanöfnum. En í efnisorðum það er bara í efnisorðum sem eru víðari og þrengri heiti og því ég stjórna með þessu deilisviði tvöfaldvað. Svo notum við það sem við gerum í sviði 670, til dæmis í efnisorðaráði, við vísum bara í fundagerðirnar. Skipta.
Já, þetta eru helstu marksviðin, þið vitið þetta, ég þarf ekkert að dvelja við þetta, bara setja þetta svona upp. En þessum sko hverju svona eða þetta er bara varðandi þessa glæru, þá er það bara hvert svona svið á sér sinn index og það er í honum sem við þurfum að fletta og við þurfum að velja réttan index til þess að finna réttu nafnmyndina. Ef við vitum ekki að við erum með þetta á að fara í svið 610, þá fáum við ekki upp af því að nafnmyndafærslan er í 110, þetta er skipulagsheild, en við erum kannski höldum þetta sé eitthvað annað, þá fáum við ekki nafnmyndina upp. Þess vegna þurfum við að vita í hvað svið við eigum að setja þetta. Og við þurfum að vita hvort við erum að fara að sækja íslenskt eða erlent. Halda áfram. Já, þetta er sem sagt það sem aðalega þetta snýst það er að safna því saman sem saman á, bílar, bifreiðar og aðgreina það sem ekki má falla saman eins og vín, horn, framburður, mál, lög og þetta á líka við mannanöfn. Við getum ekki við verðum að hafa sér nafnmynd fyrir hverja persónu. Og það getur, en já, þú mátt halda áfram. Og þetta aðgreina er á þetta eru okkar skyldur sem skrásetjarar að aðgreina. Ef við vitum þetta er eitthvað annað heldur en það sem til er í kerfinu, þá verðum við bara að finna það út úr því. Með því að leggja nýja nafnmynd þannig. Já, býtum við hvert er komin í skyldur skrásetjara. Ég held að þú sért kona langt, er það ekki að maður sjá næsta? Nei, aðeins áfram. Já. Sko þetta er það sem við þurfum að gera, við þurfum að aðgreina. Og með fæðingarárið, það dugir oftast á mannanöfn. Við getum ekki sett bara Helgafell, Búrfell, Þverá, Laxá inn. Við verðum að aðgreina þetta. Og við þurfum að ganga úr skuggum að efnishugtaks í viðurkennt hugtak og senda rökstuðning til efnisorðaráðs ef þarf. Máttu halda áfram. En þetta er það sem er hjálpartæki okkar til þess að finna, þetta er inn í handbók skrásetjara, Kanar kalla þetta Divisions of the World og við reynum að fylgja þessu eftir bestu getu, en við lendum stundum í vandræðum og gerum aðeins öðruvísi, en við reynum alveg að takmarka eins og við mögulega getum að gera eitthvað öðruvísi heldur en í rauninni aðrir gera, af því það kemur okkur alltaf í koll. Mátt halda áfram. Já, þetta er svolítið, manni finnst nú ekki mikill munur á almenningsgarði og grasagarði. Af hverju eru almenningsgarðar í 651, af hverju eru þeir landfræðheiti en grasagarður er skipulagsheild. En það sem stjórnar því einkum er að líklegt er að þessi skipulagsheild eða þurfi að skrifa sig sjálfa, eins og grasagarðin þarf kannski að gera. Hann þarf að gefa út áskýrslu, hann er stofnun. En Hljómskálagarðurinn, hann er bara svona landfræðilega staðsettar, hann er bara landfræðheiti. Hann er ekkert að gefa neitt út. Þess vegna er hann í 651. Og svo er það forrit, spil og leikir, þetta er eilífur höfuðverkur hjá okkur. Við erum eiginlega bara búin að slá þessu svolítið saman. Við setjum þetta í 630 en til dæmis í Library of Congress og þessum lista þarna, Divisions of the World. Þar eru hlutverkaleikir, mann ekki hvort það var, ég held að hlutverkaleikir þeir eru í tölvuleikir og þeir eru þessi 630 og 650. Ég held að tölvuleikir sé 630 og hlutverkaleikir 650. Við sláum þessu bara öllu saman, það styrir að við setjum inn í okkar nafndagskrá, en þetta getur ruglað okkur þegar við erum að sækja, ef við erum ekki að nota íslensku nafnmyndina eða íslenska þetta, þá verðum við bara muna það kannski að tölvuleikir eru í 630 en hlutverkaleikir í 650. Þeir við ætlum að fara að sækja líka í Library of Congress. En svo er það þannig sem við gerum með sögupersónur sem er dálítið skemmtilegt að við fyrir löngu síðan ákveðum Library of Congress hafði sögupersónur alltaf í 650 bara sem efnisorð. En okkur fannst það svolítið flókið fyrir okkur að fara að reyna að ákveða hvort að Hallgerður Langbrók væri alvöru persóna eða sögupersóna. Þannig við settum öll nöfn bara í 100 í mannanafnasvið. Og núna sjáum við að Library of Congress er verið að gera það líka.
Við sáum að Poirot sem var einu sinni sko efnisorð, bara eiginlegt efnisorð, hann bara orðin persóna hjá Library of Congress. Já, þannig að við erum að gera bara alveg rétt. Já, sko, gegnir hann á sér langa sögu, það ýmislegt að finna og það verður að segjast eins og að skipulagsheildir voru í miklu lamassessi. Við núna látum við eins og við segir að Library of Congress erlendu skipulagsheildirnar en við eigum náttúrulega fullt af sko skipulagsheildir, alþjóðastofnanir eins og Repúblikanaflokkurinn, Verkamannaflokkurinn, það reynda Verkamannaflokkurinn Svíi Bretland. Við höldum utan það af því að þetta íslenskt, eða á íslensku og mátt halda áfram. Já, þetta það sem ég var að tala um, það þarf að aðgreina. Sko, og svo þetta náttúrulega stundum svolítið flókið, við erum hægt að nota sýslur til þess að því þær bara ekki einhver eining sem fólk þekkir. Við erum hægt að nota þær í sviga fyrir aftan til að aðgreina og það dugir ekki eins og alltaf búrfell í Árnessýslu, það eru fleiri en eitt búrfell í Árnessýslu. Og þannig að við bara notum mannamál og til dæmis var ég svo allum vandræði með Laxá á Refasveit sem ég held þetta heiti, ef einhverju þekkir þetta það má alveg rétta mig, en flestar færslurnar voru nefnilega í titli Laxá í Refasveit. En það voru náttúrulega sérfræðingar að sunnan sem voru að skrifa fyrir Veiðimálastofnun og vissu ekkert hvað það hét, sko. Þannig að ég tók mark á Húnavöku og setti þetta inn svoleiðis. En við sem sagt, það sem leiðilegt við það að sækja landræði heiti í Library of Congress, ef þið eru bara útlensk, það að þá fáum við landið í sviga á ensku eins og Sweden, sko. Við verðum bara að lifa við það í bili. Já, Bergen reyndar, sko, ef það til samþykkt íslensk nafnmynd, þá notum við hana. Bergen til. En hún náttúrulega alveg eins í Library of Congress. Nema hún með Norvegi í sviga fyrir aftan og við viljum auðvitað sleppa við það en við bara, veitum það ekki. Já, þetta sem sagt, það mikið af efnishugtökum sem við eigum eftir að vinna úr og við svona svolítið reynum að sneiða hjá orðum sem eru óljósar merkingar eins og til dæmis spár. Við aðgreinum það í veðurspár og svo eru spádómar og spár í tölfræðilíkun og framtíðafræði, sko, við vísum frá spár með svigagrein fyrir aftan. Og svo sem sagt, við vísum frá spilfræði, leikjafræði, það var ein færsla frá því 85 og svo erum við með efnahagsþvinganir, að það voru fullt af viðskiptaþvingunum inni og þetta svona dæmi hvernig við vinnum þetta. En síðan skulu endilega, já, mátti skipta, já, þið með endilega senda okkur og þið gjarnan vísa í heimildir fyrir orðinu ef þetta fræði orðið eða nýtt orð sem við einhverja líkur á að við vitum ekki hvað þið en ég meina svo sjáu því svona orð eins og súmerskar bókmenntir og regnhlífar, það þarf ekkert að rökstyðja, það bara ágætt að fá það inn, það kom inn, en það ennþá fullt eins og ég bara rétt kíkti inn í gær og það voru áramót með 9 færslur, fjallabilgjur með 16 færslur, þetta þetta orð sem einhvern tímann þurfa að komast inn í kerfið. Og en nú ég komin að því sem ég ætlaði að tala svolítið, sem efnisorðagjöf. Sko, það setur okkur vissulega ákveðna skorður að vera í svona fjölbreyttu og stóru samlagi sem gegnir Kostirnir eru margir og þetta mikill vinnusparnaður, en við erum ekki eyland. Við getum til dæmis ekki bætt inn efnisorðum til að hjálpa nemendum í ritgerðarvinnu. Til dæmis ef 10 blaðsíðna bók í 500 síðna bók fjalla tiltekið ritgerðarefni, þá getum við ekki sett það inn. Þegar gegnir ekki vettvangur fyrir þess konar lyklun. Og svo það þetta. Já, gott að hafa lykilskrána opna, það þægilegt yfirlit. Já. Við viljum fá eitthvað fyrir okkar snúð þegar við leitum að einhver efni og finnum. Það sem við finnum í færslunum, það þarf að vera eitthvað efni sem við erum að leita að. Þetta 20% viðmið náttúrulega lengi verið kennt í fræðunum, bara frá því ég bæði kennt og lærði sjálf. Þetta almennt viðmið og ekki ófrávíkjanleg regla. Sko oft fjallar náttúrulega bara ritum kannski eitt ákveðið efnis og ferðahandbók fyrir eitthvað ákveðið svæði og maður þarf ekkert nema 2 efnisorð fyrir það, svæðið og ferðahandbækur.
En það ýmislegt sem getur kallað á fleiri efnisorð, til dæmis ef hluti viðfangsfjallar Ísland eða íslenskt efni, tímabil, þau geta verið kannski nokkur. Það eftir kannski 3 aldir, þá viljum við hugsanlega setja allar aldirnar inn. Og sko söguleg umfjöllun og þrengri efnisorð sem falla undir hana. Og svo það sko, koma kannski viðtal við nokkra persónur eða það eru landfræðiheiti fleiri en eitt sem við þurfum að setja inn og titlar. Þetta getur orðið, og svo það sem getur orðið til þess að fjölga efnisorðunum íþróttir fatlaðra og knattspyrna sem í rauninni, svo veist, þetta knattspyrna fyrir fatlaðra. Þetta 20%. Konur og hjartasjúkdómar. Þetta getur orðið til þess að fjölga efnisorðunum. Þannig að þetta ekkert sem að þið þurfið alveg að bara 5 efnisorð, það ekki þannig sko. En við náttúrulega reynum að hemja okkur og við viljum að það sé eitthvað á bakvið efnisorðin. Já. Já, en þetta telst ekki með. Library of Congress efnisorðin, þau telst ekkert með. Við erum ekkert að breyta þeim. Þið látum þau bara, og þau eru náttúrulega eins og þið vitið, sjaldnast fleiri en 5. Og ef þið viljið nota Library of Congress efnisorð eða erlend efnisorð hjá ykkur, þá setjið þau þetta í 650 og flettið þeim upp. Það mjög gott að gera það. En það náttúrulega bara í undantekningatilfellum sem ykkur að gera slíkt sko. Hugsanlega einhver skráningum á einhverjum skýrslum eitthvað. Já, sko, já. Þetta náttúrulega bara partur af fræðum og þau eiga að vera hnitmið og ekki óljós. Ekki svona orðin svo spár og upprunni eitthvað, þú veist. Við reynum að hafa svolítið hnitmiðið efni svo við getum þurft að þá setja svigagrein eða nota kannski samsett efnisorð til þess að lýsa því sem við erum að gera. Ef þið þurfa að setja nýtt efnisorð. Og við notum ekki heimspeki pluss saga ef til heimspeki saga og ég tala nú ekki öll 3 þessi orð. Við notum bara heimspeki saga ef hún til. Og við erum svolítið oft bundin að því sem kemur fram í titli og það stundum ruglar mann sko. Það kannski til annað hugtak en það sem notað í lykli. Maður þarf aðeins að svolítið að fjarlægja sig frá þessum titli. Og svo þurfum við líka ef efni fjallað mjög þröngt efni, bara, já, þá gefum við þröng efnisorð. Og þess að lyklun þarf að endurspegla hvort að umfjöllun þröng eða hvort hún víð. Sértæk umfjöllun kallar á þrengri efnisorð. Og skipta það? Sko, í lykilskrá stundum mælt fyrir að nota saman þrengri og víðari heiti. Og þetta náttúrulega til dæmis í þessu það vegna þess að ef þú ert að leita að einhverjum ævisögum einhvers tiltekinnar persónu þá þér oft alveg sama þó þú fáir sjálfsævisöguna. En ef þú leitar bara ævisögum og það en í bókin færslunni bara sjálfsævisögur, þá færði hann þetta ekki upp. Þess vegna þurfum við að nota bæði þessi orð. Við þurfum að nota bæði ævisögur og sjálfsævisögur þegar við erum að lykla eitthvað einstakling. Já, Íslandssaga bara ekki notuð þegar það verið að fjalla atvinnusögu ákveðins byggðarlags. Og svo, sko, náttúrulega, þegar Ísland sérstaklega til umfjöllunar, þá setjum við hugsanlega Ísland inn, við erum með bók sem fjallar öll Norðurlöndin og það kafli sem fjallar Ísland sem nær ekki einu sinni 20% viðmiðinu, þá setjum við Ísland eða eitthvað Íslandstengt í færsluna, af því við erum að draga fram okkar íslenska efni. En sko mjög þröng efnisorðagjöf getur leitt til þess að notendur missa af efni í leit og til dæmis sko það var grein sem fjallar laufabrauðsjárn, mætti alveg fá efnisorði búsáhöld líka, því það getur alveg gagnast þeim sem að leita einhverjum búsáhöld að fá það ágæta laufabrauðsjárn, en ég get alveg sagt hvort að laufabrauðsjárn til sem efnisorðin í gegni, en það enga færslun með því, ég veit ekki alveg hvað var með færsluna, en sem sagt já, og þessi laufabrauðsjárn kemur bara ekkert upp í leit í gegni, þannig að líklega þurfum við að eyða þessu efnisorði. Já.
En þetta svona dálítið gott dæmi það, þú veist, þetta rosalega þröngt. Gagnast þetta fólki að vera með svona þröngt efnisorð. Já. Já, svo það Lyklum skáldverka. Þetta þekki ég nú allt og það er nýr kafli, þetta bara upp úr kaflanum í handbók skrásetjara þú veist, það skáldsögur og það það þú veist, spennusögur eða ástarsögur og þarna þá gildir, já, og svo já, og þýðingar, þið vitið þetta allt, þetta bara, ég tók þetta beint upp úr lykilskránni, upp úr handbókinni, mátt halda áfram. Já, svo þetta, Lyklum skáldverka, sem sagt umfjöllunarefni skáldsögunar, almennt ekki lyklað. Ég praktíseri þetta náttúrulega, þetta getur alveg snúist algjörlega í höndunum okkur og þetta bara flókið að ætla sér að fara efnisgreina hvað skáldsaga fjallar, sko. Ef við ætlum að taka allt sem svona við höldum að skáldsagan fjallum, þá getum við bara strax lent í einhverjum ógöngum. Þannig við reynum að forðast þetta. En ég hef eiginlega lokið máli mín. Það einhverjar glærur þarna sem ég ætla ekkert að fara í. Nú mátt sleppa þeim. Ég ætla ekki að fara í þær. En ég gleymdi náttúrulega að segja takk fyrir glærunni en ég hef lokið máli mínu. Takk fyrir. Ef þið erum eitthvað, ef það var eitthvað sem var óljóst, já, Sigrún. Eða eitthvað sem við hefum athugasemdir við, ekki sammála til dæmis í varðandi efnisorðagjöf, þá kannski... Heyrðu, já, ég heiti Sigrún Hauksdóttir og mér langaði að spyrja það sem náttúrulega í dag, það eru Siglufjarðarbækurnar Hallgríms Helgasonar, á ekki að setja Siglufjörður á það. Hvað segið þið? Þetta eiginlega skráningaráð sem þarf að svara fyrir þetta, því þau samþykktu þessar reglur Lyklum skáldverka. Já. Ég segi nú bara, hvað finnst ykkur? Já, hvað finnst ykkur? Er einhver sem hann heitir náttúrulega ekki Siglufjörður í bókunum, Segulfjörður. En hvað, ef við erum að leita einhverjum Siglufjörð, viljum við fá bækurnar eftir Hallgrím Helgason upp? Hvað segið þið? Hvað finnst ykkur? Nei? Okay. Já. Þetta nefnilega alveg bara hundflókið það auðvitað gerast allar bækur á einhverjum stað, stundum bara í einu litlu þorpi sem alveg nafngreint. Ég bara kann ekki að svara fyrir þetta. Engin sem eru athugasemdir við þetta sem þess að varðandi efnisorðagjöfina, skáldverkin og annað, nei, allir sáttir við það. Skýrt. Okay. Það Sigríður Halldóra, hún spyr, ef ég að leita skáldsögum sem gerast á Siglufirði vil ég finna þær. Og þá vil ég ekki fá fræðibækur og öfugt. Þá bara að kunna á leitina þá þarftu að geta afmarkað við skáldsögur. En við erum ekki að setja Siglufjörður í skáldsögur. Það var eiginlega, það hristaði hausinn sem þeir sem eru heima sjá það kannski ekki. En salurinn hristi svona meira og minna hausinn þegar við nefndum það að við ætluðum að setja landfræðiheiti inn í skáldsögur, þannig að þú finnur ekki neitt ef þú afmarkar Siglufjörður og afmarkar við skáldsögur, mjög líklega lítið. En þetta eitthvað umhugsunarefni, þetta kannski eitthvað til að taka með sér heim og pæli í hvað ykkar notendur myndu gera og hvað þið myndu vilja þegar þið eru að leiðbeina ykkar notendum.